Góðir fundamenn, ágætu frummælendur, ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin fyrir hönd Stjórnarskrárfélagsins. Ég heiti Hjörtur Hjartarson og óbreyttur félagsmaður í Stjórnarskrárfélaginu, en mér hefur hlotnast sá heiður að setja fundinn. Og með þessum fundi þá tekur Stjórnarskrárfélagið upp þráðinn á ný í fundaröðum frumvarpa nýrri stjórnarskrár sem staðið hefur frá því í mars og mun ljúka hér íðin á 3 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. október. Þessi fundur sá 50 í röðinni og það verða haldnir 3 til viðbótar. Næsti fundur verður strax í næstu viku 27. september. Svo verður fundur hérna 10. október og 17. október. Og á blöðunum sem liggja hérna og hefur verið dreift hérna salinn, þar kemur fram nánari upplýsingar heiti og yfirskrift þessara funda. Þeir eru allir spennandi eins og þessi. Sumir vilja meina að það sé að rofa til í efnahagslífi landsins og aðrir vilja meina að svo sé ekki. En segjum sem svo að við, íslenskt samfélag, værum að ná okkur á strik í efnahagslegu tilliti. Hefðum við þar með komist yfir hrunið? Ég býst við að flestir myndu neita því staðfastlega. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis ekki daglega á allra vörum lengur, en hún ekki gleymd, líkt og einhverjir voru að vona. Vitundin alvarlega og rótgróna spillingu í samfélaginu almenn og sterk. Og landsmenn meðvitaðri en nokkru sinni ógeðslega þjóðfélagið sem að Styrmir Gunnarsson fyrir ritstjóri Morgunblaðsins nefndi svo í skýrslu eða frammi fyrir rannsóknarnefnd Alþingis. Það alveg klárt mál að við getum ekki haldið áfram með sama hætti og áður. Til þess liggja bæði siðferðilegar og efnahagslegar ástæður. Samfélag sem burðast með svo raunalega vitneskju sjálft sig, svo veika sjálfsmynd, það mun tæplega ná flugi menningarlega. Við munum heldur ekki ná okkur á strik efnahagslega til þess að bæta almenn lífskjör. Rótgróin spilling sem fyrr og alltaf ávísun á óréttlæti og vanhæfni. Slíkt samfélag getur í mesta lagi högt áfram, hugsanlega fram að næstu katastrófu, næsta hruni. Okkur nægir ekki að einblína á hagvísa, við verðum að takast á við spillinguna sem undirrót hrunsins. Ein megin undirrót hrunsins. Við verðum að leggja grunn að heilbrigðara samfélagi, heilbrigðari stjórnsýslu og stjórnmálum. Spurning kvöldsins snýst hvort ný stjórnarskrá eins og hún liggur fyrir í frumvarpi sem kosið verður 20. október, hvort hún geti orðið sá grunnur. Yfirskrift fundarins stjórnmálaspilling og nýja stjórnarskráin. Getur ný stjórnarskrá sporna gegn spillingu í stjórnmálum og stjórnsýslu. Til þess að svara þeirri mikilvægu spurningu hefur Stjórnarskrárfélagið fengið valin kunnugt fólk, þau Guðlaugu Kristjánsdóttur, formann BHM, Inga Frey Vilhjálmsson, blaðamann og fréttastjóra DVF, Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur, stjórnsýslufræðing, Þorvald Gylfason, hagfræðiprófessor og Margréti Tryggvadóttur, blaðamann. Fyrirgefðu, alþingismann, ég ætla ekki að lækka því í tign eða hækka því eftir hvað þið viljið hafa það. Ég býð þau og ykkur öll hjartanlega velkomin enn og aftur og segi þennan fund settan og fel fundastjórn Friðriki Þór Guðmundsinni, blaðamanni, en hann að sjálfsögðu einnig hjartanlega velkomin og reyndar sérstaklega velkomin vegna þess að Helgi Seljan sem ætlaði að stýra þessum fundi, hann forfallaðist á síðustu stundu. Gjörðu svo vel, Friðrik, og ég afhendi þér hér með fundastjórnina og þakka fyrir áheyrnina.